Sælverið og verið velkomin í kafla 2.6 ferningsfylki. En fylki sem hefur jafn marga dálka og línur kallast ferningsfylki. Til dæmis 1 sinnum 1 ferningsfylkið, dæmi ferningsfylki og það bara einfaldlega talan 5. 2 og 2 ferningsfylki og þetta dæmi svoleiðisfylki. Þetta ferningsfylki hérna sem 3 og 3 ferningsfylki, 3 og 3 ferningsfylki, getur líka einnig kallað 0 fylki, sem einfaldlega bara fylki sem bara inniheldur einungis 0. Þetta hérna ferningsfylki inniheldur bara ása, eða töluna 1, og 4 sinnum 4 fylki og ásafylki. En mikilvægt hugtak í fylkjum, eða sérstaklega þá ferningsfylkjum, það meginhornalínan og á formunu AK, K. 1,1 lína 1, dálkur 1, lína 2, dálkur 2, lína 3, dálkur 3. Og hér eru stökin í norðvestur, suðaustur meginhornalínu sín fylgdruð. Og ef A ferningsfylki þá leikur þetta úr horni í horn. Það þarf ekki alltaf að vera ferningsfylki. Við getum fengið ferningslínur úr fylki við að nota diag-fallið í MATLAB og stendur bara fyrir diagonal og main diagonal og megin hornalínu. Þannig þessu dæmi hérna, það sem með 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3 og 8, þá 2, 5 og 8 í megin hornalínu í þessu 3 ferningsfylki. En þegar við erum með ferningsfylki þá tölum við stundum hina hornalínuna sem liggur norðostur, horn í horn eða suðaustur. Og þessi hornalína einnig kölluð seinni hornalína eða secondary diagonal og hefur þá eiginleika að summa liðisina J, K fasti. Þannig að sjáum við að 3 + 1 er 4, 2 + 2 er 4 og 1 + 3 er líka 4. Og mætti halda áfram ef við erum 4 sinnum 4 fylki. Þá værum við með 4 eða lína 1 dálkur 4 og þá værum við með 4 + 1 5, 3 + 2 er 5, 2 + 3 er 5 og 1 + 4 er 5. Já, einmitt. Og til þess að tala betur þetta þá getur ágætt að tala töfraferninga. En helstu heimildir töfraferningar frá því fyrir kristniburð. Og í einfældasta n töfraferningi talningunum 1, 2, 3, þetta allavega upp í n í öðru rað inn í fylkjum. Með þannig leikreglum að lóðréttar og láréttar þversumur verða alltaf að vera sama talan. Og summa talan í hornalínu verður líka að vera þessi sama tala. Það reyndar ekki alltaf að tala að summa í hornalínu verða að vera, en það svona kannski það sem við viljum að við hér. Hér dæmið þess að 3 töfraferning. Það var búið að raða talningunum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, þannig að leikreglurnar eru uppfylltar. 2 + 7, það 9 + 6 eru 15, 9 + 5 eru 14 + 1 er 15, 4 + 7 + 8 er 15, 2 + 9 + 4 er 15, 7 + 5 + 3 er 15, 6 + 1 + 8 það er 15. Og sjáum að summan alltaf 15 og við tökum líka hornalínuna 4 + 6 + 5 eru 15 og 2 + 5 + 8 það er líka 15. Og við getum beðið MATLAB að búa til töfraferning með að beðið bara magic og setjum eina tölu sem á að gefa til stærðin. Við segjum magic 1, það fáum bara 1 og það er alltaf satt. Og sem 2 þá uppfyllir þessi ferningur 1 + 4 er 5, 1 + 3 er ekki 5 og 1 + 2 er ekki 5 heldur. En þessar tölur geta ekki uppfyllt þetta. Þetta er ekki sann töfraferningur. Svo getum við skoða hérna, getur þessi uppfyllt þetta, 1 + 8, nei ekki 8 + 1, jú, þetta er sami töfraferningur voru með á. Og við höldum áfram, þessi nær uppfyllir regluna líka ef við skoðum hérna. Og við getum, tölum hérna ef við reiknum þversuminu línu 1 í töfraferningunum, og svo við lína 1 þetta, 34. En við getum prófað hérna, hver summan af, ef við kallan, gera nýja skiptu frekar. Clear, close all, búin til magic 4 hérna
segjum ok, ég ætla að skoða línu 1 og það er þá á summa línu 1 það er þá saman sem sum af m og við ætlum að taka línu 1 og alla dálka og summan 34 og ef við gerum þetta sjá 2 3 4 hérna og 3 4 þá hérna það sé alltaf 34 og svo getum við líka að prófa sama að gera sama með dálkana summa dálkur 1 saman sem þá taka summuna af við taka allar línur og dálk 1 svona þá sjáum við það líka 34 línurnar allar 34 og dálkarnir hérna allar 34 þetta getur slik séð breytutrinu allt samantala ok en hins vegar ef við setjum bara fylki þetta gerist ef við fáum vigur þá fáum summa allar stakana í vigurnum ef við notum sömfallið en það sjá ef við notum fallið söm þá fáum við þversumu hvers og eins dálk fyrir sig þannig að hérna getum við stytt í raun og veru að mista kosti dálkana í staðan fyrir að gera þetta allt saman þá getum við fengið bara niðurstöðina í vigur og við skulum bara gera nýja hérna bera aðeins saman bara stórt magic af 4 og byrjum að gera bara sum dálkar og summuna hérna niður og svo hvernig getum við þá reikna summu ok, ef við setjum þetta inn þá fáum við dálkar niður hvernig getum við beitt einhverju á fylki sem við þekkjum til þess að geta reiknað summu línuna hvernig getum við látið línurnar verða dálk nú við getum rifið upp að ef við byltum fylki þá fáum við þetta er línur ef við byltum fylki þá eru línurnar að dálkum með línum þannig að það sem við erum að prófa hérna er bild það erum við að skoða hér þetta var 16.5 4 2 11 7 14 3 10 6 15 en núna erum við bara að skoða hérna 16 2 3 13 sem er hérna 16 2 3 13 5 11 10 8 5 11 10 8 9 7 6 12 9 7 6 12 og svo þetta síðast í lokum svo getur við reiknað skulum ekki á þetta vonum bara svona að sjá þetta svo getur við reiknað megin horna lína og diag af m þá er megin horna línuna og svo getur við gert summan af því fáum líka 34 svo ef við gerum ef við byltum fylkinu þá er ennþá meginhóðalínan er ennþá sama meginhóðalínan þannig að til þess að geta reikna hina hóðalínuna þá þurfum við einhvern veginn að gera eitthvað sniðugt við gætum kannski gert bara hin hóðalínan saman sem sum af við getum alltaf gert viðtumandi það m af lína 4,1 og svo lína 3,2 svo m af lína 2,3 og svo síðast lína 1 dálkur 4 þannig að við getum sett þetta svona en við höfum kannski vilja að reyna að vera með eitthvað svona sniðt þetta, segjum bara ef við berjum þessi 5 þá er þetta ekki lengur rétt sko. Það er ekki lengur skoða
töfraferning. Þannig að og vantar eitthvað aðeins meira hann. Og það má líka byrjum bara að skota hérna ef við ekki prófum að gera flip af M. Skoðum M. Það var það sem gerist þetta. Það er búið að taka fylkið og það er búið að toga í botnin og snúið. Þannig að neðsta línan er efsta línan, næst neðsta línan er næst efsta línan, næst efsta línan er þá næst neðsta línan og næst, hérna, efsta línan er neðsta línan. Það er alltaf búið að víxla. Þannig núna sjáum við að meginhóndalínan í M er 16, 11, 6 og 1 og hinn meginhóndalínan 4, 7, 10 og 13. Sem er orðin meginhóndalínan í þessu flippaða fylki. Þannig að við getum sagt ok, ég þarf þetta ekki. Þannig að ef við getum ekki að gera þetta almennt þá segjum ok, ég ætla að taka summuna af meginhóndalínu að flippaða fylkinu af M. Sem þá líka 34. Og svo búin að sjá það. Hérna er þetta og svo flippum fylkinu og snúið. Þannig þá er hinn meginhóndalínan og hinn meginhóndalínan. Svo getum við gert smá próf og við þurfum að bera saman alla tölunar. Það er ekki nóg bara að bera saman eina tölu. Þannig að við segjum ok, er C jafngildir það að einum jafngildir D, C. Þá erum við búin að bera saman C og D viðrunu A1. Svo berum við saman stökkinni A og B. Og þessum ferningi hér er þetta töfraferningur. Og við fáum alltaf einn hérna. Þannig að öll skilur uppfyllt og þetta er því töfraferningur. Það verðum að smá tala hótanlínunar og summur. Þá skulum við aðeins tala aftur það sem kallum einingafylki og ásafylki. Áðan tölum ásafylki, það var það fylki sem innihelt bara töluna 1 eða ása. En einingafylki sem kallast identity matrix er ferningsfylki sem er 1 á meginhornalínunni en 0 í öllum öðrum sætum. Þetta er því einingafylki, en líka ásafylki. Eina fylki sem er bæði. Að þetta er rauninu bara talan 1. En þetta fylki hérna, sem er oftast kallað I, sem er fyrir identity, 1 eða ásar í meginhornalínu, 0 í öðrum sætum. Ásar í meginhornalínu, ásar í öðrum sætum. Og við getum búið til n sinum n einingafylki MATLAB með þessa skipun hér. IN. Þannig að við viljum skoða bara hér. Að við viljum búið til einn sinum einn fylki. Það getur alltaf ásar eða talan 1 í meginhornalínu, 0 í öðrum sætum. Og annað mjög skilsett fall sem gott er að kunna, það er að fallið once. Það getur við líka notað ef við ætlum búið til fasta fylki, fasta víra. Tölum við það svo sem nána betur síðan. Við getum margfald að tölu við þessi fylki og þá fáum við sömu töluna í öll seti. En segjum að ok, n er 3 og m er 2 og þá getum við segjum að fá n sinum n fylki, það er bara once af n. Þessi ég once af 1,n og vegi einlínu og n dálka 1, 2, 3. Svo ég geti þetta once af m mörgum línum og einum dálk. M mörgum línur og 1 dálkur. Eða þá blandað og sagt m,n og sagt ég ætla að hafa 2 línur og 3 dálka n. Og svo í kjölfari líka að stundum þá viljum við fá tómt fylki. Bara viljum búið til fylkið að við viljum kannski fara að raða inn í það með einhverjum aðferðum og læra það svo sem betur síðar þegar við fyrir að tala lykkjur af alls konar tagi. Þá viljum við kannski hafa eitthvað fylki sem er bara tómt og það er misjafnt hvað maður vil hafa sem tómt fylki. Stundum vil maður hafa -1 allsstaðar þar sem er engu breytt. Stundum vil maður hafa 0 og stundum vil maður kannski hafa eitthvað annað. En oft er algengt að nota
bara 0 fylki og þá heitir það bara zeros og virkar nákvæmlega eins og ones. Þannig að ef við skilgrunum clear all og skilgrunum kannski einhver tölu sem heitir m er sama sem 4 og n er sama sem 3 þá við getum ones af m,n og zeros af m,n. Þetta punktur átti ekki verið hérna. Og sjáum munin hérna. Við fáum það fylki fullt af ásum, 4 línur og 3 dálkar og fylki fullt af núllum, 4 línur og 3 dálkar. Og það sem hætti við áðan segjum að markmannið með -1 og fáum -1 í öll sæti. Ef maður vildi það. Þannig ef þetta er 1 þá veitum við alltaf ef við kunum margföldun eða frá því sem við lærum í margföldun ef við margföldum með tölu við 1 þá gefum það bara talan sjálf. Þannig að sem við viljum hafa 5 í öllum sætum 5 hans þar. Ok. Ljúkum þessum kafla það núna og tölum næstum punktvísir